Komið sæl, ég heiti Jenny og er MS-nemi í heilbrigðisvísindum og ég ætla að segja ykkur frá því námi. Hér er dagskráin. Við ætlum að skoða viðfangsefni og samsetningu náms fyrir hverja, inntökuskilyrði og hvað tekur við að námi loknu. MS-nám í heilbrigðisvísindum er 2 ára þverfaglegt, rannsóknartengt, fræðilegt og verklegt framhaldsnám. Námið byggir á samvinnu allra deilda heilbrigðisvísindasviðs. Námið felur í sér námskeið, 30 eða 60 einingar og meistaraverkefni, 60 eða 90 einingar. Markmið námsins er að undirbúa nemendur til starfa í þjóðfélaginu sem hafa þekkingu, leikni og hæfni í aðferðum heilbrigðisvísinda. Nemandi lýkur 30 eða 60 einingum í námskeiðum sem hann velur í samráði við leiðbeinanda og með samþykki hans með tilliti til fyrirhugaðs rannsóknarverkefnis. Af þeim einingum sem nemandi lýkur með námskeiðum skal ekki vera meira en 1/3 úr námskeiðum á grunnstigi. Þetta er leyft á grunnstigi til þess að maður geti farið í svona breytt eða víðfeðmt nám fræðilega. Námskeið við þá deild sem nemandi mun útskrifast frá og gerir meistaraverkefni sitt við geta verið mörg, en skyldi námskeið eru alltaf 20 einingar við deildina. Það er auðvitað æskilegt að undirbúa verkefni með námskeiðum sem tengist viðkomandi deild þó þverfræðileikinn sé í fyrirrúmi. Ef nemandi er ekki búinn með námskeið í grunnnáminu sínu í vísindalegri aðferðafræði, tölfræði og vísindasiðfræði, að þá er nauðsynlegt að nemandi sitji í slíka áfanga. Námið er 2 ára nám, 4 misseri, þar að námskeið 1-2 misseri eða 30-60 einingar og lokaverkefni 2-3 misseri, 60-90 einingar. Námskeið eru valin í samráði við leiðbeinanda. MS-nám í heilbrigðisvísindum er fyrir þá sem lokið hafa grunnnámi í heilbrigðisvísindum en vilja stunda framhaldsnám við aðra deild eða með þverfaglega nálgun. Nemendur geta líka komið á öðru sviðum, til dæmis eftir BA eða BS-nám í líffræði eða öðrum raunvísindum, uppeldis- og menntunarfræði, félagsráðgjöf, íþrótta- og heilsufræði, félagsfræði eða mannfræði. Inntökuskilyrði eru að nemandi hafi lokið grunnnámi, BA, BS eða B.Ed.-prófi með lágmarkseinkunn 6,5 frá Háskóla Íslands eða öðrum háskóla. En þegar maður er búinn í náminu, þá hefur maður öðlast þekkingu og hæfni í aðferðum heilbrigðisvísinda. Maður hefur færni til þess að stunda sjálfstæðar rannsóknir og leysa verkefni sem þeim fylgja. Til dæmis að velja og nota viðeigandi aðferðir, tæki og hugbúnað, stunda gagnasöfnun og úrvinnslu og rita vísindalega útdrætti og greinar. Maður hefur einnig þróað með sér ferli í gagnrýni hugsun, þverfaglegri nálgun og hefur auga fyrir nýju hugmyndum og lausnum. Að námi loknu er hægt að sækja doktorsnám við heilbrigðisvísindasvið. Það er margs konar starfsvettvangur í boði. Það fer svolítið eftir hvað náma hefur farið í gegnum og hvers eðlis lokaverkefni er. Dæmi starfsvettvang er rannsóknir, ráðgjöf, stjórnun, nýsköpun, vöruþróun og kennsla. Til dæmis í mínu námi þá legg ég áherslu á gagnavinnslu og tölfræði sem ég held að ég bara eftir í stafrænum heimi að hjálpa mjög mikið. Auk þess sem að ég er líka með áherslu yfir í holla lifnaðarhætti. En okkur valdi ég þetta nám. Í grunnnáminu mínu í hjúkrunarfræði fékk ég sterkt fræðilegt og praktískt nám, en mig langaði að fá frekari innsýn í aðferðir sem breytt er í öðrum heilbrigðisvísindagreinum. Mig langaði að bæta við mig þekkingu í forvarnir og næringafræði og læra frekari aðferðir í gagnavinnslu og tölfræði.
Takk fyrir áheyrnina.